Velkomin á kaffistofuna. Ég heiti Katrín Baldursdóttir og kaffistofan er þáttur sem er alfarið helgaður launafólki, afkomu, réttindum, lífi, líðan og kjörum fólks á vinnumarkaði. Þetta eru gríðarlegir hagsmunir, það eru 200.000 manns á vinnumarkaði, þannig að það er í mörg horn að líta. Í kvöld ætlum við að fjalla launaþjófnað, sívaxandi vandamál og stórt vandamál. Atvinnurekendur í rauninni geta bara stolið launum af fólki án þess að fá nokkra refsingu fyrir, sem er auðvitað galið, sko. Til þess að ræða þetta vandamál, þá eru þau komin hingað, Hjalti Tómasson sem er vinnueftirlitsmaður og starfar hjá stéttarfélaginu Bárunni, hokinn af reynslu í þessum málum, og Halla Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri ASÍ, en ASÍ hefur látið þetta til sín taka og hefur verið að vinna í þessum málum. Og mig langar að spyrja þig, Hjalti, af því að þú ert nú á vettvangi, sko. Hvaða aðferðum er beitt til þess að stela svona að fólki og lýstu því reyna fyrir okkur hvernig þessi brotastarfsemi fer fram? Já, kannski áður við byrjum að því að ég þekki svona umræðu vel, þá er rétt að koma því bara frá að stærstur hluti fyrirtækja stendur sig allt í lagi. Við gerum greinamun á skipulögðu launaþjófnaði og svo aftur mistökum sem verða eða mistökunum sem verða og eru bara liðir. En þegar maður talar þetta, þá þetta hljómar oft mjög illa í eyrum fólks utan frá. Þannig finnst þetta svolítið tröllalega lýsingar. En aðferðirnar sem að beitt í þessu er náttúrulega bara frá því að bara greiðum til lágmarkslaunum, bara greiða til röngum töxtum. Og svo ég veit ekki hvað ég á að byrja, aðferðirnar eru margar, þær eru margbreytilegar og þær eru oft að vera flóknari, þær eru oft erfiðar að finna þetta. En það má taka til svona einfaldar hluti eins og að greiða ekki veikindadaga, greiða ekki orlof til dæmis, og maður nefnir nú eitthvað. Greiða jafnaðarkaup sem að í langstærstum hluta kemur launamaðurinn kemur út í mínus þegar það tekið saman. Það má tala til dæmis þegar verið að ráða fólk á fastlaun á þess að tilgreina vinnutíma. Ég veit að frá kollegum mínum til dæmis í VR þetta þekkist nokkuð í verslunarstjórar, þeir eru látnir á ráðinu eina upphæð og svo unnið 16-18 tíma á þessu. Þetta eru bara svona nefnir nokkrar aðferðir. Ég get haldið áfram að telja ef þú kerðir Já, ég er forvitin og við erum forvitin að vita hvers konar hvað er hægt að gera til þess að brjóta svona, hvað aðferðum er þetta að beita. Ég vil endilega fá að vita meira, já. Já, sko, það er og þetta á kannski svolítið meira við útlendingana. Það eru svona alls konar fítusar sem þeir eru að draga af laununum þeirra. Alls konar, nú erum við að tala í allavega það sem ég kem að, þetta er 80-85%, það eru það útlendingar sem að ég hef afskipt af í gegnum eftirlitið. Og það er mjög mikið skákað í skjóli vankunnáttu þessa fólks og það getur hver sem því þessi spor vera í öðru landi. Stuðningskerfið er ekkert, fjölskyldan er heima, vinahópurinn er heima og þú lest ekki eða skilur ekki tungumálið. Það er mjög erfitt og við því miður stöndum okkur ekki mjög vel í því að koma upplýsingum til útlendinga. Þannig að það er oftar en ekki skákað í því skjólinu og þeir eru látnir greiða háa húsaleigu ef þeir eru í húsnæði. Það er verið að draga, við höfum séð launasela þar sem verið að draga reiðhjólaleigu og líkamsræktarstyrki og guð má vita hvað á þess að útlendingarnir á þess að þetta fólk í nokkuð tíman Halla, nú hefur ASÍ verið með verkefni sem að
lítið einn réttur, ekkert svindl, þar sem einmitt líka tekið á launaþjófnað eða fjallað launaþjófnað. Og hvers hafið þið í rauninni orðið áskynja í þessu verkefni, ef þú vilt lýsa því? Já, ASÍ hefur náttúrulega sett þessi mál á oddinn og í samvinnu við sín aðildarfélög og það eru auðvitað eftirlitsfulltrúar eins og Hjalti sem að keyra þetta starf áfram. Og á síðasta ári sérstaklega beindi ASÍ svona sjónum sínum að þessum brotum í gegnum sína rannsóknir. Og það sem að vinnumarkaðsskýrsla þess árs fjallaði sérstaklega þessi brot á vinnumarkaði. Og var gerð til að kanna umfangið og svo framvegis. Og það sem kannski áhugavert í þessu að þetta eru oft brota sem að kannski ekki verið að stela einhverju brjálæðislega stórri fjárhæð einum en litlu af mörgum. En sem getur skilað sér í mjög miklum hagnaði í rauninni fyrir þá sem að stunda þetta. Og það hefði stundu sagt í svona fræðum sem fjallum glæpi að þegar gerendur velja þolendur sína vel, þá velur þá sem að eru líklegri til að bregðast við því á þeim sem brotið. Og það þá þeir sem að þekkja rétt sem síður, eiga meira undir upplýsingum sem atvinnurekendur gefa. Og við sáum það í þessari athugun sem ASÍ gerði á síðasta ári að útlendingar voru í miklu meirihluta þeirra sem verða fyrir þessum brotum. Einnig ungt fólk. Og sem er kannski minna meðvitað réttindi sín og hefur kannski minni burði til að stíga fram og mótmæla og þessi brot eins og Hjalti lýsti geta verið mjög fjölþætt. Þetta getur líka verið að snuða fólk veikindarétt, snuða fólk orlofsrétt, orlofsuppbót, desemberuppbót, jafnaðarkaup sem undir töxtum og svo framvegis. Og aðildarfélög ASÍ að gera launakröfur fyrir sína félagsmenn sem að hlaupa á mörg 100 milljónum króna á ári til að reyna að sækja tilbaka vangoldin laun. Og auðvitað eru dæmi það séu fyrirtæki sem að fara í gjaldþrot eða í einhverjum öðrum vandræðum þar sem þarf að gera slíka kröfur. En það eru því miður allt of mörg dæmi brot af þessu tagi sem að sum virðast vera vísvitandi og það eru dæmi síbrotamenn og og úrræðaleysið hefur verið mjög mikið og það kannski það sem að við höfum verið að leggja sérstaka áherslu á þessu ári að reyna að fá betri úrræði og viðurlög við þessum þjófnaði. Því almennt eru viðurlög við þjófnaði í samfélaginu. Já, það þú getur stólið það að segja, ef þú stelur samloku til dæmis í bónus, þá getur þess vegna átt von á fangelsisdómi. En ef þú stelur jafnvel 100.000 af launamönnum, bara einn atvinnurekandi, þá fær hann engin viðurlög. Í versta falli fyrir hann þarf hann að borga tilbaka launin, og það getur tekið langan tíma að fá það leiðrétt. Þetta staðreyndir sem maður veit að eru og þetta auðvitað sýnir rauninni hversu staða atvinnurekandan rosalega sterk á vinnumarkaði og hver leikurinn ójafn á milli atvinnurekandans og launþegans. En mig langar að Hjalti að spyrja því aðeins núna geturðu farið með okkur núna í ferðalag. Það er að segja, ég hringi í þig og segi við þig að ég haldi að það sé verið að brjóta á mér. Og ég sé ekki einu sinni viss það, en ég hef tilfinningunni og ég biðji þig að kanna máli fyrir mig. Hvað gerirðu? Það er mjög líklegt ég fengi svona símtal frá einhverjum sem hættur á vinnustaðnum. Hann myndi fæstu til ykkur hringja á meðan hann að vinna þér. Það því gefna þessi útlendingur. En þá ég svona ábendingu, þá förum við á stúfana, við heimsækjum fyrirtækið. Við höfum heimild samkvæmt lögum að fara inn í fyrirtæki, það má ekki banna okkur aðgang. Við förum inn og
við höfum sett þetta upp hér, ég og makkurinn minn hérna, að annar okkar fer í atvinnurekandann eða verkstjóra á staðnum, hinn fer henni á röftu að tala við fólk. Vegna þess að við höfum komist að því, þú verður að aðskilja stjórnendur og starfsfólk, sérstaklega þegar útlendingarnir eru ræðir. Ef að stjórnendur einhvers staðar í Uxi, þá skella þær í lásöðu. Hvað gerir svo? Þegar þú ert búin að fara á staðinn og búin að kanna málið, hvað er svo gert? Ferðu þá á skrifstofuna og reiknar út? Við byggjum gögn sem við þurfum til að geta reiknað svona út. Stundum er misskilning að ræða, vissulega. Þetta er ekki eintómir drulluslokkar sem eru að reka fyrirtæki. Þannig að stundum er þetta bara röngtúlkun, en við þurfum að finna út hvað er hvað og við þurfum gögn til þess. Þegar við höfum gögnin, að þá fara þau hér inn á skrifstofu hjá okkur, þar sem að okkar sérfræðingar setjast bara hreinlega niður, setja sig í sambandi við viðkomandi aðila og finna út, greina vandamálið, hvað er að, og gefa þá viðkomandi ráðleggingar. Hvað vilt þú gera þessu? Í mörgum tilvikum þá vill fólk ekki að gera, þó að það hafi staðreyndirnar fyrir saman. Vegna þess að fólk reiknar með því að lendi í vandræðum eða leita réttar síns. Ef þú bætir því við líka að í mörgum tilvikum þá býr þetta fólk í húsnæði atvinnulífsins. Þannig að þú ert ekki bara að ofra vinnunni, þú ert að ofra heimilinu líka. Og það gerir það enginn af einhverju léttum. Og við pressum fólk aldrei að gera eitthvað. Við látum það í hendurnar á fólkinu, við veitum í allan hans stuðning sem við getum, við komum þá í sambandi við lögfræðing ef þess þarf. En við látum ákvörðun ekki í hendur fólksins vegna þess að það eru þau sem þurfa að hafa síðast orðið það hvað verður. Ef við förum í einhvers konar málarekstur eftir með þessu, þá það er eins víst að viðkomandi sé búinn að missa vinnu. Það bara því miður, þá það bara svolítið þannig. Og það kemur inn á annað sem að mér finnst eiga heim í þessari umræðu líka, og það er svona breytt viðhorf gagnvart verkafólki sem að ég hef upplifað á síðustu árum. Ég er að upplifa viðhorf inn í fyrirtækjum í dag sem að maður heyrði ekki fyrir svona 5-6 árum. Og ég ætla að taka svo djúpt í árina að segja að það hafi hér orðið til hreinræktaður rasismi, vegna þess að þessu fólki er boðið upp á trakteringa, þeir myndir aldrei reyna að bjóða Íslending eða, og það ekki vel eftir þessu, eða Norðurlandabúa eða Þjóðverja, til hvað er að fara. Og þetta sé ég í sívaxandi mæli. Það er þessi lítilsvirðing, við liggum að segja mannfyrirlitning, þannig að við erum alltaf að tala fólk, við erum aldrei eitt andartak gleyma því. Við erum að tala fólk á hinum endanum. Og mér finnst þetta viðhorf hafa farið vaxandi. Því miður, það er vont að segja, og ég hugsaði mig vel og lengi áður en ég fór að nota þetta orðið í eigin huga rasismi, ég get það ekki með nokkrum mátti kalla það neitt annað. Ef þú ert frá Austur-Evrópu eða ef þú ert frá Asíu, þá færð þú bara einfaldlega allt öðru sem tryggment heldur en aðeins, bara því miður. En sko, og núna á tímum atvinnuleysis vegna COVID, þá kannski eru líkur til þess að í rauninni að þetta versni, vegna þess að fólk er ennþá hræddara um að halda vinnu, fá vinnu, og ertu farin strax að sjá áhrif þessa varðandi launaþjófnað og viðhorf til fólks, sem sagt að fólk sé hreinlega meira kúgaðara og verði að vera undirgefið atvinnurekendum sínum út af þessu ástandi. Hvað segirðu, Hjalti, um það? Já, að sumu leyti, en það vissulega verði að byggja svolítið á svona þeim málum sem koma hérna inn á skrifstofutilfæðinu. Við höfum sáralítið verið í eftirliti frá því að COVID kom. Þeir eru svona teljandi þeir dagar sem við höfum geta verið úti, en auðvitað er þetta fólk hrætt.
það jafnvel þó að þegi vildi þá kæmist það ekki út á landinu. Ég tala ekki eins og þetta var í vor. Og auðvitað hugsa menn sér til, og menn láta ýmislegt yfir sig ganga til að halda laununum sínum eða ég tala ekki að halda húsnæðinu. Já, og líka það að sko, þetta náttúrulega, ég talaði ungt fólk í síðasta þætti, ungt fólk á atvinnumarkaði og þá var ungur maður aðeins 22 en hafði alveg hokinna reynslu á vinnumarkaði og einmitt varaformaður ASÍ ung og hann sagði einmitt þetta sko að innflytjendur, þeir eru oft sko, þeir eru að vinna hjá atvinnurekendunum, þeir búa hjá atvinnurekendanum, konan eða makinn býr hjá atvinnurekendunum og makinn í vinnu hjá atvinnurekendunum og kannski öll fjölskyldan, þannig að þetta er rosalega stórt mál. En Halla, sko, hvað ætlar verkalýðshreyfingin að gera í þessu máli? Hvað á prjónunni hjá verkalýðshreyfingunni? Nú búið að vinna þetta og kortleggja þetta og skoða þetta. Tölum það, þetta er náttúrulega engin viðurlög við þessu sem auðvitað galið. Hvað á prjónunni hjá ykkur, hjá ASÍ og stéttarfélögunum? Já, stærsta aðgerð verkalýðshreyfingarinnar er náttúrulega vinnustaðaeftirlitið. Það er starf eins og það sem Hjalti að vinna, að fara inn á vinnustaði og vera í beinu sambandi við fólk. Og þar liggur mikilvægasta forvörnin. Og við vinnum að því innan ASÍ að leita allra leiða til að styrkja þetta eftirlit enn frekar. En hvað viðurlögin varðar, þá var það náttúrulega hluti af lífskjarasamningnum, yfirlýsingu stjórnvalda í tengslu við lífskjarasamningin, að það ætti að setja viðurlög við launaþjófnaði og brotum á vinnumarkaði. Og við höfum verið að fylgja þessu mjög fast eftir. Í textanum sjálfum stóð að það ætti að vera í samráði við aðila vinnumarkaðarins eins og það var orðað og það var sett sérstök nefnd af félagsmálaráðuneytisins sem fjallaði þetta sem að komst að niðurstöðu með mjög mörgum veigamiklum atriðum og þaðan koma tillögur að nýjum starfskjaralögum. En út af stóð eitt deiluefni sem að ASÍ hefur frá upphaflegt áherslu á það að það verði lagt svo kallað févíti á svona kröfur. Og það þýðir þá að þegar að félögin okkar gera kröfu fyrir hönd sinna félagsmanna að þá getur við lagt að okkar tillögu upphæð sem nemur kröfunni ofan tvöfaldaði rauninni launakröfuna og farið fram á bætur sem að myndi þá renna til launamannsins. Og við teljum að þetta sé ofboðslega mikilvægt að koma svona ákvæði inn til þess að vera með svona raunveruleg viðurlög. Þannig að sé, ef þú ert að reyna að svindla á launafólki, að þá veistu að þú getur alltaf lent í því að þurfa að borga það tvöfalt tilbaka. Þessu hafa atvinnurekendur hafnað. Einhverju hluta vegna vilja einhverju öfl innan samtaka þeirra standa vörð um þessi atvinnurekendur sem að svindla sem eru þó eins og Hjalti sagði mikill minnihluti. Þetta er ekki sérstaklega ef við lítum á þennan svona hóp sem að vísvitandi svindlar á launafólki. En það er einhver ótti við það að setja svona raunverulega ákvæði inn og við höfum verið bara í mikilli tókstreitu við bæði ráðuneytið og náttúrulega við atvinnurekendur og við teljum að ráðuneytið eigi að höggva á hnútinn og fara þá leið sem að við höfum lagt til. Nú hefur verið lofað að þetta frumvarp líti dagsins ljós nokkuð ítrekað. En ég á nú samt vona því að það líti dagsins ljós á allra næstu dögum. Við teljum þetta í dögum. Já. Og það verður mjög spennandi að sjá hvernig útfærslan á þessu verður. Já. En eins og þetta er í dag sem er náttúrulega sko, ótrúlegt að skuli vera þannig að atvinnurekandi jafnvel þó hann verði uppvís af því og verði í rauninni og honum sé gert að greiða tilbaka laun sem hann hefur stólið að þá getur hann haldið áfram því hann fær engin viðurlög og hann segir það er allt í lagi að halda bara áfram vegna þess að ég þarf þá í versta falli að borga tilbaka það sem að mér er gert
sko samkvæmt samningum og samkvæmt lögum kjarasamninga. Þannig að þetta ótrúlega skrítið ástand og þetta skuli vera ennþá við líði. Halla, sko, ef að þetta lítur ekki dagsins ljós, þú ert bjartsýn á þetta lítið dagsins ljós, núna á næstu dögum. Ef ekki, hvað eru félögin? Ég hef heyrt til dæmis með Eflingu og þeir séu jafnvel til í að fara í verkföll út af þessu. Já, sko, ég er bjartsýn á frumvarp til starfskjaralaga lítið dagsins ljós og ég hef alla trú á því að það verði févítis ákvæði inni. Frumvarpið tilbúið og sáttu mjög margt sem í því en það þessi bútur af því sem að deilt hvort að sú útfærsla verður nægilega sterk okkar mati ef ennþá eftir að sjá. En ef hún verður ekki verður náttúrulega allt vitlaust, sko. Ef að þetta verður hundsað með öllu þá á ég nú vona því að launafólk rísi upp. Já, þið hafið sem sagt verkalýðshreyfing og stéttarfélögin hafa heimild til þess að fara í verkföll þegar verið að brjóta beinlínis á kjarasamningum og þeim samningum sem búið að gera milli aðila á vinnumarkaði. Sko, nú þurfti einhver fróðari mér í vinnunni, kannski kann Hjalti svara við þessu, en nú þurfti einhver aðeins fróðari mér að svara til það. Allavega treysti ég mér ekki hérna til að sitta hér og boða verkföll, en það svo sem ekki ASÍ sem að gera það, sko, nokkuð tíma. Allavega ekki svona einstaka verkföll. En ég held að það sé ekki að koma til þess akkurat núna, þú veist. Við erum núna ennþá í þessum samræðum, vorum að bíða eftir þessu endanlega svari sem mun vera í þessu frumvarpi og svo þetta heil þingleg meðferð eftir sem er hægt að reyna að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. En mér langar líka að taka þráðan sem Hjalti var að tala áðan, sko, með hennar rasisma. Það sem við erum að sjá í rauninni að við lifum bara við tvískiptan vinnumarkað. Hann auðvitað margskiptur en þessu leitinu til en tvískiptur og langstærstur hluti launafólks bara kannast ekkit við launaþjófnað. Veit ekkit hvað þetta þetta myndi ekki henda þú veist, mig og þig og mömmu mína og mömmu þína og svo framvegis. Þetta ekki í nánasta umhverfi langstærst hluta. En síðan eru hópar í samfélaginu sem verða bara hryllilega illa út í þessu. Og þetta finnst mér, og það tekið undir mig Hjalta, þetta finnst mér rosalegt umhugsunarefni, ekkert bara fyrir vinnumarkaðin, heldur bara fyrir samfélagið. Og ég held að þetta sé að byrja að vekja upp spurningar sko, hvaða augum lítum við það fólk sem kemur hingað til landsins og mannar þau störf sem okkur tekst ofta ekki að manna og heldur uppi heilu greinunum sko, og líka reyndar stórum velferðarþjónustunnar og svo framvegis. Hvaða svona augum lítum við þetta fólk sem ofta sko líka á lágum launum. Og þetta finnst mér vera svona stóra samfélagslega viðfangsefnið í þessu. Já. Ef ég má aðeins hnykkja á þarna að þetta er þróun, sko, auðvitað þekkjum við rasisma í þeim skilningi eins og sjálfsagt flestir aðrir. Í þessum efnum þá greinileg þróun á bara tiltölulega stuttum tíma. Og ég vil svolítið tengja það því að sem verið að gerast jafnvel í öðrum löndum. Það að segja að þessi aukna eftirspurn eftir ódýrasta vinnuaflinu. Bæði ég og þið, við förum gjarnan og verslum ódýrustu vörun ekki. Hún ódýr vegna þess að einhvers staðar á hinum endanum situr einhver kona og saumar fyrir $3 á dag. Þannig að við berum ábyrgð á þessu líka. En þetta og í hraðana sem við verið eins og í ferðaþjónustunni, eins og í byggingariðnaði til dæmis, þá held ég að menn hafi svolítið leitt þessari hugsun að gerist. Við höfum ekki verið nógu dugleg hjá verkalýðshreyfingunni að vekja athygli á þessu. Ég að tala í gegnum árin. Við erum að gera okkar í dag, við höfum að byrja miklu fyrr, vegna þess að ég var að fara í gegnum gögnin mín, bara gegnum tölvuna mína núna í öðru samhengi, út af öðru sem ég að vinna við. Ég var að fara yfir svona það sem maður búin að vera að skrifa niður og birta og senda innan hreyfingarinnar og svona. Til að launaþjófnað kemur fram 2013. Það elstu gögnin sem ég finn. Að krafan það að segja févíti.
þetta er 2013 sem að þetta er komið á flot inn í hreyfingunni, þannig að við erum ekkert að byrja á þessar umræðu núna. Þessar áhyggjur af mismunum starfsfólks eftir í hvaðan það kemur, hún kemur líka fram svipað leyti. Þannig er ég búin að vera í eftirlitinu í kannski rúmt ár og maður er strax að rekast á þetta þarna. Síðan þá hefur þetta aukist og það er komið einhvers konar, mér þykir mjög fyrir því að segja og ég veit að einhverjum að þetta sárna eða heyra þetta, en þetta er ofboðslega áberandi á milli hótelunum út á landi. Það er ákveðin gróðrartíð því miður. Stór hluti af þessu er rekin bara venjulegu fjölskyldu, bara fólki sem mér og þér. Fólk sem alla jafna má ekki vansitt vita, það myndi ekki snuða strætó tíkastíð, en einhverju hluta vegna þá gilda önnur viðmið þegar er komið í þetta. Þetta hefur oft valdið mér heilabrotum. Og ég velti fyrir mér hvaða þróun er þarna í gangi. Er það virkilega þannig að við sjáumst ekki fyrir í viðleitni okkar við að meika það? Ég vil skipta þessum hópa atvinnurekenda svolítið í 2 hópa. Það er annars vegar þetta fólk sem er bara að skapa fyrirtæki, búa til fyrirtæki, skapa atvinnu, skapa sératvinnu og gerir hlutina hugsanlega vitlaust, en þetta fólk er ærlegt. Svo er það hinn hópur og það er hópur sem við höfum ekki séð inn á þessu markaði fyrir bara á allra síðustu árum og það eru fjárflóksmennirnir. Það eru þeir sem ætla sér að græða eins ógeðslega mikið og þeir mögulega geta á þess ógeðslega stuttum tíma með þess ógeðslega lítilli fyrirhöfn og möguleikir. Þessi hópur er hópurinn sem er okkur mestur þyrftir í augum og þessi hópur er til og ég skal bara nefna sem dæmi að bara í mínu starfi sem eftirlitsfulltrúi þá hef ég staðið fyrir framan mjög þekktan afbrotamann sem að tilkynnti með það ef ég heldur mig ekki hægan þá hefði ég verið að. Og við erum að tala um Ísland árið 2000, við erum ekki að tala um einhverja ódýra hálfutni, við erum að tala um Ísland. Þetta er hérna, skipur og glæpastarfsemi, hún nætt þarna hérna. Og við skulum bara viðurkenna það. Við viljum ekki láta lögguna fara einum að ræða skipulega glæpastarfsemi. Við skulum taka þessu umræðu líka innan hreyfingarinnar. Og þetta vandamál hefur vaxið eins og þú sagðir áðan, þetta er og núna þessi í nútíma efnahagskerfi og hagkerfi og nútíma hugmyndum hagvöxt og hagræðingar og nýfrjálshyggju að þá, eins og þú segir, virðist þetta vera þessi viðhorf að græða sem mest og fara þar af leiðandi bara illa með og láta það bitna á launafólki og sjá sér gróða þar að borga ekki til dæmis að fá fólk á reynslutíma og borga það ekki og nota svona alls konar aðferðir og þetta heitir ýmsum nöfnum til þess að sjálfboða vinna og ýmislegt svona. Og það má skrifa heila bók aðferðina sem eru notaðar. Já. Og ég ætla ekki að þreyta nokkurn mann á því að fara að lesa hér yfir listana mína því ég er með hérna fyrir framan mig hvernig þetta er gert. En hvaða aðferðir að þínu mati Hjalti ljótastar? Hver er birtingamyndin sem þú bara alveg, þú svo langar reynslu sem að þú bara alveg fórnar höndum, hvernig er hægt að leggja svona lágt? Það er misneyting á fólki. Veistu að það kemur oft fyrir, ég spá ekki krónur og aurum. Það er framkoman við fólk og setið ykkur í þessi spor. Þú er kannski innan við 20, rúmverk stelpa. Kemur hér til að vinna því að ég nota benni í langflestu tilvikum er þetta harðduglegt fólk. Þetta er ekki fólki sem situr heima í tölvunum og borðar í nefn. Þetta er fólki sem er döð til að hífa upp á raskatinu og fara og finna eitthvað betra. Og þetta fólk kemur hérna og ljóta birtingamyndin er, og ég er ekki upplýsum með leyndarmál, þetta er bara komið fram í blöðum. Það er að þurfa að fara og sækja 2 stelpur hérna á, og þetta er bara hérna í götunni, niður með götunni hjá mér. Að þurfa að sækja 2 stelpur sem þorðu ekki út úr herberginu sínu af hræðslu við eiganda. Hann stóð fyrir utan með rauðvínsflösku og heimtaði það og uppástóð það að það væri hluta skýtun þeirra að fara með honum í heitapottu.
Það er sko, það sem ég reyna að koma hérna á framfæri og maður reyna að orða þetta þannig að maður svona sjokkir í fólki ekki of mikið. Og ég veit að maður hljómar ofta eins og maður sé að lesa upp úr lélegu handritið, því miður, staðan svona. Þetta það sem að þetta margt af þessu fólki stendur frammi fyrir. Við vorum með meint mansalsmál hérna austur í Vík á sínum tíma. Það voru allir sammála sem að því komu. Það var þetta tikka í öll boxi. Nema ríkissaksóknari ákvaða visku sinni að ákæra ekki málinu og vitið þið hver ástæðan var? Þessar konur voru tvær, þær höfðu hús þak yfir höfuðið og þær fengu að borða. Og það má alveg minna á það. Þegar við héldum þræla hér í gamla daga, flestu tilvikum þá reyndum við nú svona að gefa þessu lið að éta og halda þessu sæmilega þurru því að það var ekkert gagn af fólki sem að liggur fárveikt einhvers staðar í fletti. Þessi hugsunargangur, hann enn til staðar. Eins og inn í dómskerfinu, í réttarkerfinu. Sko, mansalsmáli sem að koma upp, kynlífsmansalsmáli. Það er ekki langt síðan að ég var að rifja þetta upp. Af held ég 19 málum sem að reynt var að ákæra í mansali fór 1 í gegn. Hugsið ykkur. Já. Það er víða brotin hjá okkur, skiljiði. Sko, maður verður svo reiður, sko, þetta er svo ógeðslegt. Ógeðsleg mál og ógeðsleg framkoma og hvernig kerfið er uppbyggt, dómskerfið, hvað atvinnurekendur hafa mikil völd, geta bara rekið þig og þú vogar þér að reyna að sækja það sem átt rétt á, samkvæmt kjarasamningum og alls konar svona. Og ég var að tala áðan að nú til dæmis veit ég það að Sólveig Anna hjá Eflingu hefur beinlínis sagt að ef ekki verður tekið á þessu af því að ríkisstjórnin gaf fyrirheit það eins og Halla var að segja áðan, að ef ekki verður tekið á þessu með viðurlög gagnvart atvinnurekendum sem gera þetta, þá verði bara farið í verkfall. Er það aðferðin? Hvað myndir þú gera? Styður þitt félag þessa hugsun hjá Eflingu? Ég held að við styðjum hugsunin en maður sér hann ekki alveg í praxís vegna þess að fara í verkfall er mjög flókið og erfitt mál. Og á þess að ég þekki alveg ákvæði lífskjarasamningsins út í hörgul að ég er ekki viss að við stæðum vel frammi fyrir félagsdómi til dæmis að fara í verkfall á þessum forsendum því miður, ég veit óska að væri en ég held því miður að það sé ekki. En í hótuninni felst náttúrulega ákveðin aðvörun. Hún felst þar að segja aðvörun að við erum tilbúin til að taka þennan slag og ég fagna því. Og ég held að mitt félag hér og alveg örugglega flest önnur hinir félögin, þau myndu, þó ekki væri í orði, allavega á borði, myndu þau styðja svona laga. Vegna þess að við erum ekki við þekkjum þetta hringinn í kringum landið sjálf. Og þetta sko ég þeirra skoðun, mín persónulega skoðun og hefur mjög lengi verið að við höfum ekki tekið þetta nógu alvarlega. Nei. Sko nú, Halla, nú kemur fram hjá ykkur undir eitt réttur ekkert svindl að það er ekki bara verið að stela launum, það er líka verið að skjóta undan skatti. Mennirnir sem að stela launum og þeir eru að stela undan skatti í leiðinni. Hvernig virkar það? Já, það náttúrulega virkar bara eins og svona, það að stinga undan skatti virkar almennt, sko. Það er náttúrulega, það er svona ákveðin hópur atvinnurekenda sem að stundar svona hegðun, hann er ekki stór en hann er til. Og við höfum líka séð það og ég held ekki það eflaust vel þegar að sami atvinnurekandinn poppar upp og nýri kennitölu. Og þetta er það sem að við höfum líka verið að beina spjótunum að fara fram á lög kennitöluflakk. Og hann Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ, hafði nú barist fyrir þessu í áratugi. Og loksins á síðasta vetur sáum við frumvarp líta dagsins ljós sem var bannar kennitöluflakk. En það náði ekki gegn á síðasta þingi. Þannig að það er sérstaklega mikilvægt að það nái fram að ganga núna.
og ég vil bara nefna hans nafn sérstaklega í þessu samhengi. En og það kannski þetta, það sem náttúrulega svolítið skrítið á Íslandi sko, að svona skattsvik upp að einhverju ákveðnu marki álitin svona hálfgerð sjálfsbjargarviðleitni. Eins og það sé bara rosalega eðlilegt bara að redda sér með því að svindla hér og þar undan skatti. Og þetta getur bara orðið svolítið stórtækt hjá þeim sem að líta svo á að þetta sé eðlilegt viðhorf. Við höfum líka auðvitað sér dæmi atvinnurekendur sem að greiða ekki mótframlag í lífeyrissjóði og hafa þannig réttindi af fólki og í rauninni peninga af launafólki. Og þannig að það eru svona ýmsar svona aðferðir sem eru notaðar í þessu og þarna bara reynir aftur á að eftirlitsstofnanir okkar þær verða að virka og þær virka ekki nógu vel í dag. Og það er nú eitt stór hluti af þessu verkefni, þetta réttur ekkert svindl, sko, að knýja á það að auðvitað löggjöfin sé nógu sterk en líka eftirlitið og framkvæmd löggjöfarinnar sé í þannig horfi að þessi hegðun verði ekki liðin. Og hún líðst of mikið í dag. Ég held að það dylist engum. Hvað áttu við með eftirlitsstofnanir? Hverjir væru það þá sem myndu vera að koma að því betur en ekki að gera það? Þú myndir skýra það? Við horfum á ýmsar heimildir sem að Vinnumálastofnun hefur kannski ekki fjárframlag til að fylgja þeim eftir. Við horfum á heimildir sem að Vinnueftirlitið hefur, sem að það kannski hefur heldur ekki tök á að fylgja eftir. Og síðan náttúrulega horfum við bara skattinn, sko. Og þar erum við ekkert bara að tala einhverja svona litla fiska sem að stela stinga einhverju 10.000 köllum undan, sko. Heldur líka bara nafnanum sem við sáum í Panama-skjölunum og svo framvegis. Að þarna ættu eftirlitsstofnanir okkar að geta verið sterkari, en þær hafa verið fjársveltar og það eru auðvitað pólitísk ákvörðun. Það pólitísk ákvörðun að reyna að hafa eftirlit veikt og við sáum núna síðustu viku að þá var OECD kynna viðamikla skýrslu ferðaþjónustu og byggingariðnað sem að íslensk stjórnvöld hefur beðið að vinna og þar fer þessi söngur á stað, sko, að það séu regluverk séu svo íþyngjandi. Það er mikið eftirlit og margar reglur og þetta svolítið, stemmingin, svona pólitíska stemmingin, að það frekar að draga úr þessu heldur en að setja í það. Og alveg upp á því marki að það eru til stjórnmálamenn sem að vilja leggja fram tillögur að ef að þú setur inn eina reglu hjá ríkinu þá verður að taka 2 út í staðinn. Algjörlega óháð innihaldinu. Alveg, þær komum málun ekkert við, sko. Innihaldi kemur málun ekkert við. Og þetta held ég að sé svona svolítið svona mikilvægt okkur að horfa inn í líka. Ég held líka að hluta af vandamálinu er óvönduð löggjöf oft á tíðum. Það oft á tíðum þá eru menn kannski að reyna að bregðast við. Það einhvern veginn ekki aldrei að það ganga alla leið. Bara sem dæmi, sko, að við erum með fullt af lögum og það er þannig til að ég lagðist pínulítið yfir á þessum tíma. Ég las fullt af lögum, ég lagðist yfir dóma, svona búa mig til svolítið mynd af vegna þess að það sem við upplifum hjá verkalýðsfélögunum er vanmátt. Þó að við sjáum vandamálin. Hvert eigum að fara með þau? Við leysum bara hluta þeirra sem kjarahlutir. En hvað með allt hitt? Og ég komst að því og ég fikk bara staðfesting á því. Ég talaði við lögfræðing upp á skattstofu sem ég ætla ekki að nefna hér, en sennilega hættu núna, þetta var nú einn af gömlu skapunum þar. Og ég spurði hann bara hreint út þessi lög og staðreyndin er svo, lagaumhverfið til staðar til að taka á þessu hlutum. Það hins vegar ekki nýtt. Og það sem verra það vantar oft á tíðum refsihlutan. Það ekki nóg að setja lög ef þú bakkar þau ekki upp með einhvers konar þvingun. Ekki satt. Ég held að þetta sé eitt af vandamáli fyrir utan náttúrulega að bæta löggjöf. Það væri náttúrulega að fara kannski að nýta þau úrræði sem við höfum í dag. En eins og Halla kom inn á, þarna erum við komin inn í pólitíkina. Og mér langar bara að nefna það til að svona sýna þess fram á. 2015 líklega setti ríkið auka fjárveitingu til
skattstjóra til þess að herða eftirlit með skattundanskotum. Þeir réðu, hvort það voru 12 eða 14 starfsmenn sem höfðu það hlutverk eitt að fara í eftirlitsferðir. Þeir settu sig í sambandið okkur eftirlitsfulltrúana og við fórum saman í eftirlitsferðir, oft á tímum. Í það minnst að þá sýndu okkur þá kurteis að láta okkur alltaf vita þegar þeir voru á ferðinni og gáfu okkur því jafnvel kost á því að hvort við vildum koma með. Og þeir hafðu út úr því, skatturinn hafði út úr því náttúrulega fyrst og fremst staðkunnáttu okkar. Við gátum leiðbent þeim hvaða fyrirtæki myndum við ráðleggja þeim að skoða og þeir geta þá eitt tíma sínum í að skoða þau en ekki vera að þræða fyrirtæki þar sem hlutir eru bara nokkurn veginn í lagi. Þetta nýttist, það sem við fengum út úr því var slagkraftur. Vegna þess að ég er ekki enn farin að hitta þann atvinnurekanda sem að hefur einhvern áhuga á því að hafa skattinn öllum. Þannig að þetta samstarf svínvirkaði. Þetta stóð í góð 2 ár. Þá var fjárveitingunni keypt tilbaka. Einhverju hluta vegna. Og það má kannski segja í því samhengi að það var fljótlega eftir að ný ríkisstjórn tók við völdum. Það tala um núverandi ríkisstjórn. Já, því mig ekki segja það. Já. Ég vil kannski taka fullt mikið mér í munn og kannski ásaka menn, ég veit það ekki. En ég veit það bara að allt í einu var engin áhugi á að sinna þessu eftirliti. Já, svona er þetta. Já. Við langar líka. Nei, fyrirgefðu, ég er ekki alveg búinn. Það sem ég er að sýna fram á hérna, það er ekkert erfitt fyrir okkur að vinna með þessu stofnun. Það er bara ekkert mál. Ef við fáum að vinna á okkar forsendum, við þurfum ekki að vera að taka leiðbeiningum að ofan. Þetta er að virka, þetta gekk upp, það er bara allir sammála um það. Ég talaði við fólki sem var að leita sér að vinna annars staðar og þau skildu ekki þessi ákvörðun vegna þess að þetta var allstaðar að virka. Og þeim leið stundum eftir svona eftirlitsferðir með okkur, það er eins og krökkum í nammibúi til lokun, það var alltaf, þá var yfirborðið var í fín. En nú langar mig einmitt að talandi um það, hvaða viðhorf er í gangi og þessi launaþjófnaður hefur aukist og þessi harða atvinnurekandastefna, hagræðing og gróðrahyggja og finnast í lagi í dag að stela fólki þeir sem gera það. En mér langar þess að vita, þú varst að segja áðan að þú hefðir talað við einn þekktan úr fjármálageiranum sem talaði bara ofan í þig og hvernig þú vogaðir að vera argast í þessum málum. Hverju svaraður honum, Hjalti? Sko, fyrir að fyrsta þá átti ég nú ekki að upphæfi þennan mann með því að segja hann hafi verið úr fjármálageiranum. Hann var eiginlega úr svörtustu afkimum Reykjavíkur. Bara einfallega mjög vel þekktur skilur vegna þess að kannski hann ekki alveg jafn góður glæpon og hann hélt að væri og hann var svolítið í blöðunum og svona. En ég gat auðvitað gera hverja ég að svara. Ég veit alveg hvernig þetta lið vinnur. Ég minnst áhyggjur af sjálfum mér. Ég var ekki tekin út í horn og lað mér þar. En ég á börn og ég veit bara nákvæmlega hvernig menn hugsa. Og það er mitt vandamál og annarra sem hafa lent í þessu sama. Ég veit alveg og menn veit alveg inn í þessum, sko, nú er ég bara að tala um alveg glæpamenn, skilur við. Ég er að tala um handrukkara og fleira svoleiðis fólk. Sem að ég held í flestu tilvikum er þarna andlit annarra, það er alltaf hópur á bakvið, sem að stendur á bakvið og fjármagnar. En þetta eru oft á tíðum og þetta er nú bara ekkert mjög langt frá mér til skamms tíma. Sem var svona staður og maður fór ekki einn á og maður fór ekki aðeins að gera lögreglunni viðvart, maður væri að fara, því maður vissi ekki hverju maður átti von á. Hvað var ég að segja? Já. Var ég að segja að þegja? Ég þakkaði bara pent fyrir mig og sagði vonandi sjáumst við seinna undir betri kringumstæðum. Já, þetta er náttúrulega, þetta er skeri, sko. Þetta er eins og þess að lýsa þessu í það. Og þá komum við aftur að því sko að harkan í þessu er svo mikil eins og við vorum að tala um áðan að fólk þorir ekki að segja frá því. Þó að það viti að það sé verið að hlunnfara það laun. Það er svo hrættum að missa vinnuna.
og þú sagði til dæmis áðan, Hjalti, að þið þvinguðu aldrei fólk til að sækja rétt sinn. En þeir sem gera það, þeir eiga þá væntanlega rétt á lögfræði aðstoð sem að kostnaðarlausu. Stéttarfélagið útverðum lögfræðing, ekki satt? Við útverðum lögfræðing til ráðgjafar, jú. Já. Þá áttu rétt á að hitta lögfræðing í eitthvað tíma sem að getur svona lagt niður fyrir línuna áralagir, já. Já, og hvað gerist svo ef að farið með málið? Já. Ef að, sem sagt, stéttarfélagið tekur málið að sér, það búið að veita þeim lögfræðiþjónustu sem ræðir og síðan farið þið og krefjist leiðréttingar. Maður hefur heyrt að þetta taki rosalega langan tíma í kerfinu að fá svona leiðrétt. Það tekið á 3. ára að fá eina kröfu í gegnum dómskerfið. Allavega það sem ég þekki til, ég sjálfsagt hafa einhverjir aðra sögu að segja, en ég man eftir 2 ár, svona rúm 2 ár, það er svona eitt lengsti tíminn til að koma einnig svona launakröfu í gegnum dómskerfið. Sko, það sem gerist náttúrulega það, þegar við setjumst niður og erum búin að átta okkur á vandamálinu, við erum búin að fá á töluna, hvað eru tölurnar og jari, þá byrjum við að setja okkur í samband við fyrirtæki. Vegna þess að þrátt fyrir allt, þá eru 2 hliðar á öllum málum og þetta kann fyrirtæki með einhverjum hætti að hafa rök á móti og þeir fá bara tækifæri til að leggja þau rök fram. Ef ekki næst samkomulag að ganga frá þessu, þá er þetta bara afhent lögfræðing sem að fer með þetta þá í ferilinn í dómskerfinu. Og mörg af þessum málum þau fara út í það að lögfræðingur félagsins óskar bara einfaldlega eftir gjaldþrotaskipti hjá fyrirtækinu. Stundum er það nóg til að fá viðbrögðin hinum megin. Oftar en ekki erum við ekki virt viðlit. En ég veit ekki... Þannig fyrirgefum, ég að skilja þetta rétt, að oftar en ekki þá þó að þið komið fram og krefjist sem sagt þess að atvinnurekandinn greiði þetta sem að hann hefur stolið, að þá sé ykkur bara, þá er virtir viðlits, þeir líti ekkert við þessu. Eða einfaldlega mennur bara algerlega ósammála og ætla ekki að ræða þetta mál frekar. Þá er náttúrulega ekkert annað að gera en að koma því bara áfram á einhvern af okkar álbræðs lögfræðingum. Við búum að mjög gríðarlega færum lögfræðingum sem að eru sérmenntaðir í vinnumarkaðsrétti og þeir meta málið, þeir meta líkurnar meira eða minna á því að þetta mál fari í gegn og vinnist og vinna málið samkvæmt því. Stundum senda það tilbaka og segja, ég myndi reyna algjörlega til þrautar að semja þetta mál. Þetta getur staðið svolítið tæft að sína fram á þetta. Vegna þess að eitt af vandamálunum, það eru gögn. Íslenskir dómstólar, eðlilega, það er ekki nóg að ég segi þeim hvað mér finnist. Ég vil ekki sýnt þau fram á nákvæmlega hvað ég er að tala um. Og vandamálið er oftar en ekki, það er að fá gögn frá viðkomandi fyrirtæki. Fá launaseðla, fá ráðningarsamninga, fá vaktablöð, bara sem dæmi, tímaskýrslur. Þetta getur verið stór mál í sumum tilvikum og við höfum ofboðslega að fá úrræði til þess að setja menn í eitthvað hengingatak og pína á til að láta okkur hafa þetta. Ef gegn einbeittur brotavilja erum við bara ekki mjög vel stödd, því miður. Heyrðu Halla, nú hafið þið verið í samvinnu við stéttarfélögin út af þessu máli, launaþjófnaði og ekki bara við Hjalta heldur önnur félög. Er þetta svipað, sjáið þið svipaða lýsingar hjá öðrum stéttarfélögum sem að þið hafið unnið með varðandi þetta mál? Já, nú eins og þú hafði samband við Katrín sagði, ég hef ekki verið beint í þessum málaflokki sjálf, en ég held ég geti samt alveg svara því að þetta er mjög sambærilegt mynstur sem sést víða um landið, en þetta er auðvitað sko, við nefndum áðan að þessi brot eru svona fara svolítið í mangreinálit, þar sem unga fólkið og fólk af erlendum uppruna verður úti. En þetta er líka svolítið greinatengt. Þetta hefur verið miklu algengara í ferðaþjónustu og byggingariðnaði heldur en í öðrum greinum. Þannig að það má líka sjá þá mismuninn sko landið eftir því hvar þessar greinar eru sterkar og hvar ekki. Þannig að það eru þetta svona smá munur og það eru þetta sum félög sem að þurfa að fást miklu minna við þetta en önnur bara því að það
þau eru með annars konar samsetningu félagsfólks. Þannig að já, það svona ákveðin munur innan aðildarfélagana. En Halla, hvers konar þjóðfélag þetta sem að líður þetta? Það bara mjög góð spurning, sko. Ég veit ekki ef ég bara leyfi mér að fabúlera hérna aðeins, því ég er búin að vera að hugsa svolítið mikið þetta núna þegar maður sér hvað sko fólk af erlendum uppruna að taka rosalega þungt högg á vinnumarkaði með COVID-kreppunni. Og þá afhjúpast líka sko greinarnar sem að þetta fólk mannar og líka sko eða þessir hópar fólk sem kannski öllu heldur og líka og svo sér maður líka framlínustörfin hvernig þau eru mönnuð á Íslandi og þar sjáum við að erlend fólk er hlutfallslega stór hluti þar en líka konur og ég fór að hugsa þetta bara sko daginn ef við förum einhver svona áratugi aftur í tíman þegar einhvern veginn gengi var að vinnuafli kvenna sem algjörlega sjálfsögður hlut í íslensku samfélagi ókeypis oftast störf sem á konur inn á heimilum og inn við umönnun og menntun og svo framvegis og síðan hvernig svona þróunin hefur verið þar sem að þessi svona hefðbundnu kvennastörf eru líka störf sem eru lágt launuð þannig að við göngum ennþá út frá því að þetta séu störf sem eigi bara að gerast svona svolítið okkur til þæginda og einföldunar og okkar lífi og þá er ég talað svona okkur sem samfélag og svo sér maður bara hvernig svona útlendingar eru smám saman að verða þessi undirskipaða stétt í íslensku samfélagi sem eiga bara einhvern veginn að vinna störfin sem að eru illa launuð, ekki metanna verðleikum en við reiðum okkur algjörlega á og ég held að sko COVID náttúrulega afhjúpaði það alveg fullkomlega hvað við hvaða störf það eru í samfélaginu sem skipta raunverulegu máli og þá sáum við líka hverjir mannaði. Já. En sko, nú fer að líða að lokum þáttarins. Hjalti, þú ert hokin af reynslu og ég veit það að þú ert alveg í rauninni búin að fá nóga af því hvernig farið með fólk. Hvað vilt þú að hreyfingin gerir, verkalýðshreyfingin núna? Ég held í miður þetta sé svolítið stærra mál heldur bara það að verkalýðshreyfingin til tekið á því. Það þarf að skapa svolítið umræðu í samfélaginu. Ég er sammála Höllu og kannski einhvern með að þetta hluti af samfélagslegu vandamáli. Kannski svolítið tengt svona bara breyttum tíðaranda. Þá ég við það að mér persónulega, ég nú svona miðaldra hvítur karl og ber að horfa á mig sem slíkan, en mér finnst svolítið að hafa vaxið í samfélaginu bara með mikið unga fólkinu. Það svona þessi hugsun að ég á rétt á einhverju og ef að eitthvað ekki í lagi, þá hlýtur það að vera einhverjum að kenna. Þetta svona, nú ég að lýsa minni skoðun. En ég held að það sé kannski svolítið tengt því þar að segja við höfum svona sem samfélag pínulítið tapað af þeim eiginleika að setja okkur í spor annan. Því miður, þá held ég að sé svolítið svoleiðis. Og þetta svona ein birtingarmyndin á því allt í einu höfum við aðganga fullt af fólki sem við ekkert annað en vinna og okkur líður kannski bara pínlítið vel í hjartanu að geta nú ráðið allt þetta fátæka fólk þarna utan og gefið því bara vinnu og svona fólkalegt atlæti sko. En ég held við þurfum að hugsa þetta svolítið betur upp sem samfélag. Verkalýðshreyfingin sem slík og auðvitað heldur hún bara áfram að gera það sem hún hefur að gera, við erum bara að gera það eins meira og eins betur. Það er raunin það sem ég held að séum alveg á rétti braut sem verkalýðshreyfing. Þetta eftirlit vil ég segja að sé einhver mesta bylting í verkalýðsbaráttu í mjög langan tíma. Vegna þess að í fyrsta skipti þá höfum við lögin á bak við okkur með að fara inn í fyrirtæki sem að við höfum ekki aðgang að áður. Það var bara eitthvað stoppa okkur á þröskuldum. Núna er það ekki hægt, ef einhver neitar mér að fara inn í
fyrirtæki að þá ég með númer hjá lögreglunni og ég fæ það aðstoð. Þannig að þetta það sem við að nota okkur. Við að stórefla þetta eftirlit. Við að leggja gríðarlega áherslu á að samræma þetta eftirlit alls staðar á landinu og við að leggja metnað okkar í að mennta fólk til þess að stunda þetta eftirlit. Það alls ekki sama hvernig þetta stunda. Það ekki sama hvernig þú nálgast útlendingana. Það bara allt önnur menning, það allt önnur menningar reynsla, það allt aðrar hugmyndir og lífi og tilvörn heldur við að venja. Við getum ekki gengið að því að þetta fólk kaupa okkur bara for face value. Við þurfum að vanda okkur ofsalega vegna þess að við erum oftar en ekki fyrsti snertipunktur þessa fólks við samfélagið í Íslandi. Eigum við ekki bara að láta þetta vera endapunktinn? Hjalti Tómasson og Halla Gunnarsdóttir, ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ég vil minna á þætti samstöðvarinnar á morgun. Það sem sagt, býttu nú við, já, ég hef með þetta hérna hjá mér, það Öryrkjaráðið klukkan 3 og hinn Reykjavík klukkan 5 og svo Rauða borðið klukkan 8. Og það má sem sagt sjá þessa þætti á Facebook síðu samstöðvarinnar sem heitir Samstöðin og á YouTube og svo þegar þáttunum lýkur þá fara þeir beint inn á vefsíðu samstöðvarinnar samstöðin.is. Og kaffistofan kveður þá að sinni. Við verðum aftur hérna eftir viku. Verið sæl.